Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið. Magnús Sigfús Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, hvað er þetta? Já. Það vil nú oft vera svo að upplýsingaskyldan hún er sterkari heldur en venjurnar. Þannig að ef maður gerir kröfum það sem bæjarfulltrúar vilja sjá hverjir eru umsækjendurnir, þá er ekki hægt að neita okkur það. Þannig að ég fer formlega bara fram á það að ég fá að sjá umsækjendurnar. Ef að einhver þar hefur óskað nafnleyndar við umsóknina, þá ber mér að virða það að hafa þann trúna, en það er ekki hægt að neita mér að sjá umsóknina fyrir það. Þannig að ég finnst það vera svona svolítið lykilatriði í þessu. Og það er ekkert verið að tala um þetta á einhvern niðrandi máta. Sko, við fólum yfirmönnum að ráða í þær stöður undirmanna sinna, en það hlýtur að vera eftirlitshlutverkið okkar sem bæjarfulltrúa að starfsmannastefnunni sé fylgt eftir og við fáum að sjá þarlenda umsækjendurna til að við getum bara fullvissað okkur að það sé ekkert verið að ganga fram hjá því. Þannig að það er ekkert verið að gera neitt annað heldur bara að sinna eftirlitshlutverkinu með þessari beiðni. Það þarf ekki endilega að liggja hérna fram á fundinum, en við allavega eigum að fá að sjá það, og ég óska bara eftir því að fá að sjá það til fundi. Takk fyrir þetta. Ég velti fyrir mér að því að þetta var beðið þetta á fundi og vantarlega þar til umræðu á fundi Hafnarás, þar sem að þeir aðalega sem þar sitja vilja vantarlega fá þessar upplýsingar. Þannig að ég velti fyrir mér bara hvort að bæjarstjóri geta athugað það, hvort að hægt sé að samkvæmt öllum lögum og reglum að birta það bara sem trúnaðarskjal inn á næsta Hafnarásfundi og hvort að bæjarfulltrúar geti fengið aðgengi að þessum gögnum í trúnaði og bara athuga stöðun á því. Já. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið. Anton Kristinn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara brýna mönnum að við lesum upplýsingalögin og þær takmarkanir sem eru þar inni og sérstaklega 11. greina aukinn aðgang. Þannig að ég tel að við eigum rétt á því, bæði sem nefndamenn í Hafnaráði og sem bæjarfulltrúar að fá að sjá nöfnin, og það eru þó bara trúnaður það hvaða nöfn það eru. Það er náttúrulega bara til þess að það er ekkert verið að tala það að eitthvað sé eitthvað vafasamt hér, en það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem kjörna fulltrúa að fá að sjá nöfnin og að það sé verið að fylgja eftir starfsmannastefnu bæjarins. En varðandi mál þessu tengdu, ég er ennþá í 9.1, starfsmannamál og skipulag starfsemi, þá kom það líka til umræðu á þessum fundi að það liggur fyrir að starfsmaður á höfninni sé að fara á eftirlaun núna síðsumars, einn aðili, og þar erum við þær hugmyndir að það þyrfti að fara að hafa hraðar hendur að auglýsa þá stöðu lausa til umsóknar, út af því að við erum að lenda í því að nú er mest í tíminn í gangi á höfninni og strandveiðarnar eru byrjaðar og þeir sem fylgjast með höfninni sjá að það er mikið í gangi þarna niður frá. Sumarleyfin að byrja þarna niður frá og það er bara aukið álag á starfsmenn hafnarinnar. Þá var okkur tjáð það að það ætti að skoða þau mál, það ætti semst ekki að auglýsa stöðu mannsins sem að fara á eftirlaun, það væri verið að skoða semst hagræðingar á höfninni,
meirihlutin væri sem sagt með einhverja sín varðandi þessa þætti. En mér langar bara að spurja hérna, bara hreint út, hverjar eru áætlanir meirihlutans með starfsemi hafnarinnar? Víst að við ætlum ekki að auglýsa stöðuna, á að fækka starfsmönnum á höfninni eða á að halda óbreyttum starfsmannafjölda. Það hefur ekki komið fram nein tillaga frá meirihlutanum inn í hafnaráði eða bæjaráði varðandi þessi mál. Þannig að ég svona bara mér liggur forvitni að vita hver er raunverulega stefna meirihlutans varðandi starfsmannahald hafnarinnar. Kannski við aðeins að fá að bregðast við þegar spyr meirihlutan hérna hver er stefna meirihlutans í starfsmálum hafnarinnar og við höfum lagt það til að hagræða á höfninni. Það er ekki rétt. Hins vegar erum við náttúrulega búin að leggja fram þessar tillögur það að hvert sinn sem starf losnar að þá sé það skoðað vel innanhús. Hvernig mættum við að gera breyting á starfinu og það fylgur ekki endilega í sér að starfið verði bara sett í hliðar, að það verði fækkað. Ég er bara fyrst skipt að heyra þetta núna. Og þetta er bara reglan sem við höfum sem er bara mjög eðlileg í rekstri sveitarfélaga að skoða allar ráðningar. Þannig að laun og launagjöld tútni ekki út í sveitarfélaginu án þess að sé hugsa út í það. Það sé allavega hugsa út í það þegar að starf losnar. Hvort það sé hægt að gera ykkur breytingar eða hagræðingar. Það þýðir ekki endilega að það sé verið að fækka starfsfólki. En Magnús Stefánsson beðið orðið þessu. Já, forseti, ekki rétt að hafa söguna alla. Það sem framfór á þessum fundi og ég held reyndar á fyrir fundi líka. Það sem að við ræddum allavega svo í upp á síðasta fund. Að nýr yfirhafnarvörður, hann hóf störf núna í vikunni. Og það kom alveg fram að við höfum verið að skoða mannahald á höfninni. Það er bara þannig og það var gengið frá því þannig á síðasta fundi að það kemur tillögur til hafnaráðs. Eftir að við vildum sem sagt lögum það upp að nýr yfirhafnarvörður og myndi í samstarfi við okkur svona móta einhverjar hugmyndir það hvort við höfum að hafa mannahaldi óbreytt eða ekki. Og það kom alveg fram á síðasta fundi þannig að og nú er þessi starfsmaður komið til starfa og við munum bara reyna að flýta því eins og hægt er að leggja fram tillögur fyrir hafnaráð í þessu sambandi. Það kom fram. Það er engar tillögur komna fram að sérstaklega fækka starfsmönnum, það er ekkert rétt og þetta er bara mál sem er í skoðun hjá okkur og við vitum það að höfnin er náttúrulega í bölvuðum rekstrarvanda og ef við getum eitthvað hagrætt þá auðvitað þurfum við að gera það en það liggur ekkert fyrir ennþá. Við höfum verið að skoða mönnun á sambærilegum höfnum og ég held að við höfum verið nokkuð vel mannaðir hjá okkar höfn með það sem að sér annars staðar og auðvitað þurfum við að skoða það. En það er ekki komin enn niðurstaða í það ennþá. Takk fyrir þessar skýringar. Eru fleiri sem hvað þessi hljóð sem til þessu lið? Magnús Sigurðsson Magnússon gjör svo vel. Forseti, sem við bæði fulltrúar. Það er nú að vaða mikið marraða ef ég þyrfti að fara að tala aftur höfnin og rekstur hafnarinnar. Það er búið að reyna alla þetta hættu og þetta var svona farsælasta niðurstaða sem við komumst á þeim tíma að manna þetta með 4 mönnum eða 3 mönnum og 1 aflýsingamanni og þá kostaði þetta einhverstaðar svona cirka bát 8 mánuði þar sem aflýsingamadurinn vann sér inn bæði tíman og reynsluna við að hann geti verið einn. Þannig að þá stóð út af einhverjar í kringum 4 mánuðir sem þetta að brúa. Hitt var aflýsingar, annars ná menn ekki þessum hluta. Svo er annar þáttur sem er mjög stór í þessu og það er bara öryggisþátturinn. Að láta menn verða eina niður á bryggju að starfa. Það er mikið, þetta er bara mikið mál þar sem að menn eru klifrandi borðið báta og annað. Þannig ég held að þetta maður fara svolítið mjög varlega allavega í þessu. En síðast þegar að þetta var reynt og þá
sagði að það væri náttúrulega ódýrasta lausnin fyrir menn að fara bara í járn og skip sem var þá, en það er Bíkó núna, að fara bara og fá sér stóra keðju og bara loka höfninni. Það er líka leið. Ég myndi ekki standa svoleiðis umgjörð. Þannig að við þurfum náttúrulega að þjónusta þessa viðskiptavin okkar með einhverjum hætti. Það er verið að tala um að minnka opnunartímann. Hvenær eigum við að minnka hann? Eigum við að minnka hann á morgnana? Eða kvöldin? Eða hvernig eigum við að fara að þessu? Viðskiptavinnindu borga alla yfirvinnu, bara beint, fyrir utan aflagjaldið, eftir 5 á daginn. Þannig að þetta er svolítið sérstakt sem að er að ræða þarna. En höfnin hjá okkur, hún er bara alls ekkert sambærileg við aðra höfnir. Það er bara svo. Við vorum að bera okkur saman við höfn í Hornafirði. Þar voru 2 menn. Þar var stærsta fyrirtæki með heimavigtunarleyfi. Og það þurfti aldrei að vigta eitt einasta kíló sem kom þar. Það var bara að fá beint inn í hús og þar var maður sem var starfsmaður fiskvinnslunnar sem vigtaði. Þeir voru bara með leyfi. Hér er þetta ekkert svona. Við erum mikið með smábáta og það er allt upp í 6 vigtanir á eitt smábát. Við vorum með 100 strandveiðibáti í fyrra. Og þetta voru svona frá 4 og upp í 6 vigtanir á hvern einasta bát. Og þetta er engin smá þjónusta sem hver og einn þarf á að halda, þannig að þetta er voðalega öðruvísi heldur en annar staðar. Það væri miklu skemmtilega að fá bara 2 eða 3 togara svona í viku og þá þyrftum við ekkert að hugsa um höfnina. En staðreyndin er svo að höfnin rekur sig ef þú tekur í burtu fjárfestingarnar og lífeyrisskuldbindingarnar. Þá rekur höfnin sig. Þannig að ég held að við ættum að fara aðeins varlega í þetta. Fyrir þetta fleiri sig þessi hljóðsundi þessum lið. Anton Kristinn, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta eru virkilega áhugaverðar umræður og þarfar umræður. Mér langar, það er talað um öll sagan sé ekki sögð við þetta borð, en það liggur alveg fyrir að það hefur verið talað með þeim hætti inn í hafnarstjórn að það eigi að fara í hagræðingaraðgerðir á höfninni, bæði sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og mannustjóri og fleiri hafa mætt þarna niður til með hafnarstjóra. Það liggur alveg fyrir. Þannig að og við höfum bara óskað eftir því að fá að sjá einhverja tillögur varðandi þessa þætti. Það hefur ekkert verið sagt með berum orðum að það eigi að fækka á höfninni. En það er búið að segja það að það eigi að fara í einhverja hagræðingaraðgerðir á höfninni og það sé verið að skoða starfsmannahaldið með nýjum yfirhafnarverði og við höfum bara áhyggjur á því við framsókn að það er þarna starfsmaður að fara á eftirlaun og hann hættir núna í byrjun ágúst, þannig að það þarf þá að fara að auglýsa þá stöðu ef það á að ráða í hana. Það þarf að koma mönnum inn í hlutina, inn í starfið og eins og Magnús Sigfús kom inn á að þessi höfn, hún er ekki sambærileg höfn í Hornafirði að því leyti að það er meira smábáta og það krefst meira utanumhalds vigtarinnar og ég hef bara stórar áhyggjur af því ef við ætlum að fara að hafa 1 mann á vakt þarna niður frá hvað öryggissjónarmið það varðar. Það eru vigtanir, það eru að koma bátar í land og annað, það þarf að sinna þessum þáttum og 1 maður myndi að mínu viti ekki ráða við það. Þá myndi það þýða í rauninni það að menn kæmust hreinlega bara ekkert á klósettið álagstímum og við getum ekkert boðið starfsfólki okkar upp á svoleiðis þætti Þannig að ég bara vil ítrekka og spurja einu sinni en hvenær mun þessi tillaga með starfsmannamál á höfninni liggja fyrir? Mun hún liggja fyrir á næsta fundi hafnaráðs eða hvenær mun hún liggja fyrir? Bara svo sé hægt að þá allavega fari þá þætti að ráða inn mann á höfnina í staðinn fyrir þann sem er að fara á eftirlaun.
Takk fyrir þetta. Magnús, vill þú bregðast við? Gjör svo vel. Já, ég hef gert það, sko. Já, fórseti, ég hefur svo sem engu við að bæta þess að ég sagði hérna áðan. Það kom fram á fundi Hafnarás að við myndum setjast yfir þessi mál núna þegar kemi ný starfsmaður til starfa. Hann byrjaði núna í fyrradag og ég get ekkert sett fram einhverja nákvæma tímasetningu á það hverjar tilhöfna liggja fyrir. Við erum að fara í það núna. Ég ákvað að gefa honum 2-3 daga til að svona átta sig á hlutunum og síðan förum við bara í það og vonandi gengur það bara vel. Takk fyrir þetta, Magnús. Fleiri sem hversu ljós undir þessari fundagerð. Önundur, gjör svo vel. Já, ég tek, fórseti bæjarfulltrúar, ég tek undir orð Andrós Kristins varðandi alla umræðum höfnina og hún af hinu góða og ég held að hún sé nú alveg út af fyrir sig tímum bara burt sér frá eiginlegum starfsmannamálum. Ég sagði nú einhvern í gær að við vorum nú heppin að fá Íslending þarna sem yfirhafnarverði, þar sem við værum hér bil skild að auglýsa þetta á Evrópska efnahagssvæðinu og maður mega vona á umsóknum hvaða næfa. En það út af fyrir sig skiljanlegt að menn vilji fá upplýsingar umsækjendur og það líka skiljanlegt að menn hafi skoðanir á ráðningu í svona störf og embætti. Sandgerðishöfn lífæð hérna í þessu byggðarlagi, Suðurnesjabæ. Og eins og fram hefur komið að þá mikið að vera þarna á þessum sumarmánuðum, ekki kannski síst eftir að Grindavík svona meira og minna lokaðist sem móttökuhöfn fyrir smábáta og stærri. En það auðvitað líkur í hlutarins eðli að það þarf að fara mjög vandlega yfir starfsmannamál og hvaða víkt hver og einn starfsmaður á að hafa á höfninni. Þannig að það séu ekki bara kannski einhverjir sendisveinar sem eru ráðnir til starfa, heldur að það sé þungavigtarmenn sem ráða við þá tilfallandi verkefni. Ég vil líka taka undir það að það hefur verið höfninni fjötur fót að sita í þessari skuldasúpu sem hún og hefur verið undanfarin ár. Það varla hægt að kaupa nauðsynlegasta grunnbúnað til endurnýjanar á höfninni án þess að fara einhverja betli í leið. Eins og menn vita þá eru þessar skuldir tilkomnar vegna byggingar nýrrar bryggju eða bryggju sem átti að vera móttöku höfn fyrir loðnubáta og það var þarna bræðsluverksmiðja sem átti að taka á móti þá aflanum úr þessum bátum. En eins og menn vafalaust rekur minni til að þá komi einn loðnubátur með afla og næsta skip og eftir honum var flutningaskip sem tók bræðslun og flutti hann í burtu og austur í Neskaupstað eða eitthvað annað. Ég hef nú ekki alveg tæmandi upplýsingar fyrir því. En þar af leiðandi segir það sig sjálft að þetta mannvirki þarna tiltekna hefur alls ekki skilað neinum arði eða tekjum til hafnarinnar. Það sem að smábátarnir bera. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessari fundagerð? Nú, ef ekki, þá höldum við dagskránni áfram og erum komin á 10. mál sem öldungaráð Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga, fundur nr. 20, gef orðið lausn fundagerðina. Ef enginn kveður sér, já, fyrirgefðu Magnús Sigurðsson, gjör svo vel. Það er ekki að benda bara á mig og segja ég sé einu öldungurinn hérna. Við erum orðin tveir hérna við borðið. Er ekki rétt öndur? Það er ekki. Ég það er í sambandi við
með svona eiginlega 2 spurningar í kringum þetta. Það hérna erum við með, sko, það 10.1, það heilbrigðisþjónusta Suðurnesja málefni aldraðra, sko, þar fer Jórunn Guðmundsdóttir á fund með hún að fara á vegum hérna Suðurnesjabæjar á fund. Þetta svolítið sérstakt. Það svona að bera, þannig að hún að sem erindisfulltrúi hérna sveitarfélagsins á fund. Þannig að þetta svolítið svona sérstakt að nefnda fólk skuli fara þessa leið. En svo annað, við langar að vita hvar stöndum við það, því að nú flutti meirihlutinn tillögu það að til hérna skal ég segja framkvæmdasviðsins að finna lóðir og annað fyrir byggingu húsnæði fyrir 60 ára eldri. Og hún kemur inn á það þarna í þessu og eins hjúkrunarheimilið. Hvar er þetta mál statt? Nú kom tillaga þetta frá meirihluta listunum í bæjarráð og framkvæmda ráðinu var uppálagt að finna komið tillögur að staðsetningu og finna lóðir í þessu. Við langar að vita bara hvað þetta er statt. Takk fyrir þessa spurnir. Kannski bara til að svara því. Mér vitandi er fulltrúi öldungaráði ekki að fara á fundi á vegum bæjarins. Þetta sé ein frumkvæði. Varandi svar með hjúkrunarheimili og búseta sem var vísað til framkvæmda skipulagsráðs, kannski bara bjóða Einar Jón að koma og svara ef hann veit hvert þetta er statt. Forseti kæri Bæjarfulltrúar, sviðsstjóra skipulagssviðs var falið að vinna þessa vinnu og hann hefur ekki skilað af sér, þannig að það hefur ekki komið til ráðsins og var meira sér rætt hvort ekki komið til bæjarráðs beint, en það hefur ekki allavega borist okkur. Takk fyrir þetta Einar, kannski tilefni til þess að bara aðeins að ýta við á sviðinu og tjekka svona hvar málið er statt og ýta þessu aðeins áfram. Fleiri sem kveður sér hljós undir þessari fundargerð, Úrsúla María Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, Bæjarfulltrúar, ég kem upp sem stoltur nefndarmaður í Öldungaráði. Mér langar bara upplýsa ykkur Án Jórunn sem er þarna fyrir félag eldri borgara. Hún er mjög dugleg og við getum bara verið þakklátt að hafa hana þarna inni því hún er mjög ítinn og kröftug. Og hún sem sagt óska eftir, mér minnir hún að senda fyrirspurnir á forstjórann og fekk þá boð fund. Og starfsmaður Suðurnesjabæjar fekk líka boð að vera með en komst ekki. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svona samspil. En við getum verið mjög þakklátt að hafa Jórunn þarna inni. Takk. Takk fyrir þetta, Úrsúla. Já, ég held að sé akkurat engin betri en hún til að starfa í þessu ráði. Eru fleiri sem kveða sér hljós undir þessum lið eða undir þessari fundargerð? Nú, ef ekki þá höldum við áfram. Það er 11. mál sem er ungmennaráð. Ég gef orðið laust fundargerðina. Og ef enginn kveður sér hljós, þá er fundargerðin hér að leita lögð fram. Þá erum við komin að 12. mál á dagskrá sem eru fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga. Ég gef orðið laust fundargerðinar. Ef enginn kveður sér hljós, þá eru þær hér lagðar fram. Þá komum við að 13. mál á dagskrá sem er Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Ég gef orðið laust fundargerðina. Enginn kveður sér hljós, þá er fundargerðin hér lögð fram. Þá er það 14. mál heilbrigðisnefnd Suðurnesja, 317. fundur síðan 9. apríl. Hvað sem kveður sér hljós undir þessari fundargerð?
og ef ekki þá er hún hér að öðru leyti lögð fram og að lokum erum við komin að Brunavörnum Suðurnesja, 92. fundur, 16. apríl síðastliðinn, til orðulaust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljós þá er fundargerðin hér að öðru leyti lögð fram. Þá er dagskráin tæmd og komið að lestri fundargerðar. Árni Gísli, gjör svo vel. Þú er tilbúin. Smá stund. Já, það er góð. Þetta þá aðeins að líka. Það er hérna saman. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ætla ég að lesa fundargerðina og ætla að láta mig vita ef eitthvað hefur misfarist við ritun hennar. Fundargerð 81. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 7. maí klukkan 17:30. Fundinn sátu Jóna Magnúsdóttir, Einar Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristi Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveit Bjarni Jónsson var fjarverandi en í staðinn satt fundinn Hlynur Þór Valsson, Magnús Stefánsson, Önundur Björnsson og fundargerð ritaði Árni Gísli Árnason. Áður en gengið var til dagskrár óskaði Anton Kristi Guðmundsson bæjarfulltrúi B-lista að bæta við dagskrármáli, Gauksstaðir, deiluskipulag á fund bæjarstjórnar, tillagan felld með 6 atkvæðum D-, O- og S-lista á móti 3 atkvæðum fulltrúa B-lista og bæjarfulltrúa Magnúsar Sigfúsar Magnússonar. Undir þessu dagskrárlið tóku til máls AKG, MSM og JM, eða þessum viðbótarlið. Fyrsta dagskrármál, ársreikningur Suðurnesjabæjar 2024. Þar tóku til máls MS og JM og með leyfi forseta fæ ég að sleppa að lesa bókanir við þetta dagskrármál. En afgreiðsla þess máls var að ársreikningur Suðurnesjabæjar fyrir árið 2024 var samþykktur samhliða. Dagskrármál 2, Sveitarfélagið Vogar, sameiningarmál. Þar tóku til máls JM og MSM. Afgreiðsla þessa dagskrármáls var að samþykkt samhljóða að ekki verið farið í formlegar sameiningarviðræður samkvæmt sveitarstjórnarlögum að þessu sinni. Vona að það verið ritað rétt. Dagskrármál 3, barna og ungmennaþing. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 4. dagskrármál, HB64 viljayfirlýsing Iðunn H2. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 5. dagskrármál, bæjarráð, fundur 163. Þar tók til máls MSM og afgreiðsla af þess máls að það var lagt fram. Fundargerðin var lögð fram. 7. dagskrármál, það var 164. fundur bæjarráðs. Þar tóku til máls MSM, JM, AKG, UMG, HVF, LE, OKA, EJP, MS og ÖB. Og fundi var lokað stundarsækir þegar vegna umræðu dagskrármál 6.3. Afgreiðsla að fundargerðin var lögð fram. 7. dagskrármál, íþrótta- og tómstundaráð, 27. fundur. Hann var lagður fram. Fyrir ekki. Hvað er fyrir að lesa aftur? Íþrótta- og tómstundaráð? Já, 7. dagskrármál, 29. fundur. Þá var það 8. dagskrármál, framkvæmda- og skipulagsráð, 63. fundur. Þar tók til máls MSM og MS og fundargerðin var lögð fram. 9. dagskrármál, Hafnarráð, 28. fundur. Þar tók til máls AKG, MS, MSM, JM og ÖB og svo fundargerðin var síðan lögð fram. 10. dagskrármál, öldungur á Suðurnesjabæjar og Sveitarfélagsins Voga, 20. fundur. Þar tók til máls MSM, JM, EJP og UMG og fundargerð var lögð fram. 11. dagskrármál, ungmennaráð, 20. fundur. Afgreiðsla það var lagt fram án umræðu.
12. dagskrármál, Samband íslenskra sveitarfélaga fundargerð 2025. Þar voru nokkru fundir. Þar var þeir lagði fram án umræðum. 13. dagskrármál, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, fundargerð 2025, fundur 811. Það var lagt fram án umræðu. 14. dagskrármál, Heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundargerð 2025, fundur 317. Það var lagður fram án umræðu. Og að lokum 15. dagskrármál, Brunandi Suðurnesja, fundargerð 2025, fundur nr. 92, hann var lagður fram án umræðu. Takk fyrir. Eru athugasemdir við fundargerðina? Nú ef ekki, þá telst hún samþykkt. Ég þakka fyrir fundinn og fundi slitið 1926. Mustafa.